Nú verður sagt frá kolefnisbrúnni. Kolefnisbrúin var stofnuð 2021 og félag með það að markmiði að auka jöfnuð og hag bænda, tryggja matvælaframleiðslu í landinu og styðja við sjálfbærni þjóðarinnar. Loftslagsbreytingar eru hafnar. Loftslagsráðstefnur eru haldnar. Þangað flýgur ábyggilegt fólk og tekur ábyrgð, gjörða, forfeðra sinna, eða það skyldi maður ætla, eða hvað. Fólk er hrætt. Það er hrætt sig og sérstaklega börnin sín og börnin þeirra. Verði ekkert að gert hætt við glötun manngins. Ja, þetta heyrir maður allavega. Það sem þarf að bregðast skjótt við. Ekki bara allir, heldur líka fólkið á bak við tjöldin. Fyrirtækin, þar sem almenningur starfar og á í viðskiptum við, vilja leggja sitt af mörkum. Sum menga lítið eða ekkert og hafa þau lítið samviskubit. Svo eru önnur fyrirtæki sem menga mikið. Þau vilja ekki vera svarti sauðurinn. Þau vilja kannski jákvæðari ímynd. Hvað geta þau gert? Þau geta í fyrsta lagi tekið til hjá sér. Sum munu áfram menga út í rauðan dauðan. Fyrirtæki munu vilja kaupa syndaaflausn. Syndaaflausnirnar eru af mismunandi toga og lit. Grænþvottur er til dæmis ekki heppileg lausn. Aðalatriðið er að finna lausn sem allir geta treyst. Viðskipti með kolefniseiningar er slík syndaaflausn. Það hefur gengið upp og ofan með traust gagnvart þeim viðskiptum. En menn gefast ekki upp. Viðskipti ganga á það að hagnast, kaupa ódýrt til að selja dýrt, gera minna fyrir meira. Þetta er það módel eða sú hugsun sem hefur komið okkur í þessi loftslagsvandræði til að byrja með. Þessi loftslagsvandræði sem við erum að glíma við í dag. Hér er komið fyrirtæki sem vil kaupa kolefniseiningar. Það er nefnilega með kolefnisbókhald. Það leitar að ódýrustu einingunum en samt vottuðum. Þessi vottun þarf að vera samþykkt af þeim sem þóknast bókhaldinu. Mögulega er það ríkið. Það eru til ýmsar útgáfur af kolefniseiningum. Þær ganga samt allar út á loftslagsaðgerðir. Svo má binda kolefni með trjám. Það er sú lausn sem móður náttúra notar á landi. Skógrækt er reyndar lausn sem gerir gott betur en að binda kolefni. Aukið og fjölbreyttara líf á landi. Meira skjól. Meira vatn í umferð og hreinna. Vatn er jú undirstaða lífs eins og við þekkjum það. Timbur, náttúrulegasta smíðaefni sem fyrir finnst. Úr timbri er unnin textíll í klæðnað, pappír og fleira slíkt. Eldsneyti, sem alla jafna kemur úr jörðinni, er lífrænt frá jurtum í gamla daga. Það má líka vinna eldsneyti úr ferskum jurtum, eins og trjám. Það er loftslagslega hlutlaust eldsneyti. Ekki þarf að bora eftir jarðefnaolíu og raska jafnvægi í efnasamsetningu andrúmsloftsins með því. Skógur eflir og tryggir heilnæma matvælaframleiðslu í landinu. Skógur kemur sér ákaflega vel fyrir alla landbúnað. Öruggari útirækt á grænmeti, korni og gróffóðri og minni þörf á áburði. Skjól af trjám hefur ótrúlega áhrif. Og vistleg útivera dýranna inni í skógi. Skógur er stærsta einstaka skrefið í átt að sjálfbærni þjóðar. Það er svo einfalt. Þörf fyrir innflutning minnkar. Við stöndum sterkari fyrir tilstilli skóga. Það er erfitt að vera móti skógrækt ef skynsemin ræður för við kaup á kolefniseiningum. En hvað er inni í umbúðunum? Hvað er verið að kaupa? Er höfuð áherslan lögð á loftslagsvandann eða eru gróðasjónarmið sem ráða för? Hver stendur raunverulega á bakvið sölu einingana og framleiðslu einingana? Það er ekkert athugavert við skógrækt. Eins og fram hefur komið. Væri kolefniseining sem framleidd yrði bændum í matvælaframleiðslu eftirsóttari heldur en frá öðrum? Eða kolefniseining sem hefur við byggð í sveitum landsins með nýsköpun og störfum innan nærsamfélagsins? Tækifæri. Eða kolefniseining sem eflir lýðheilsu og býður fólk velkomið í skóginn. Okkur dreymir öll betri heim. Það sem frelsi og einnig öryggi er við völd. Það sem öllu líður vel og fæðuframboð er tryggt fyrir alla og að maturinn sé hollur og vel fenginn og engar afætur. Þetta rímar við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Það er engin tilviljun. Það sem unnið er jafnt að öllum markmiðum. Ójöfnuður þjóða eða þjóðfélagshópa er jú rót vandans sem kemur niður á hnattrænni hlýnun. En hvernig förum við rétt að? Ef kaupandi kolefniseininga er samfélagslega þengjandi með velferð þjóðarinnar fyrir brjósti, ekki síður en síns eigins fyrirtæki, þá ætti kolefnisbrúin að vera fyrsti kostur. Kolefnisbrúin ætlar að tilgreina alla sína viðskiptavini. Það er allt upp á borðinu og þá getur til dæmis hver afbragðsfullur almenningur ákveðið viðskipti sín eftir því.
Að baki kolefnisbrúarinnar standa bændur, skógarbændur sem og aðrir bændur. Markmið kolefnisbrúarinnar er að færa líf aftur inn í sveitir landsins með því að efla hvert annað. Öllum landeigendum er boðin þátttaka í kolefnisbrúnni svo lengi sem þeir eru félagsmenn í Bændasamtökum Íslands. Bændur eru vörslumenn lands sveitir allar. Þeir rækta landið og líðin og líða ekki óheilindi. Bújarðir eru alls ekki allar í ábúð. Ástandið er ekki grafið í stein og þó vonir búsældarlegt Ísland sé markmiðið, það má ekki líta fram hjá mikilvægi fjölbreytileikans. Það þarf ekki allt að eins. Bændur í búskap eru í forgangi þegar kemur að framvindu verkefna hjá kolefnisbrúnni. Aðbúendur án búskaps koma næst og svo koll af kolli þangað til landeigandinn hefur hverfandi tengsl við jarðareign sína. Kolefnisbrúin er lykill að vegferð bænda. Lykill að nýliðun og nýsköpun í landbúnaði. Kolefnisbrúin er hagnaðardrifin í þeim tilningi, hagur bænda vænkast og þjóðarinnar með, sem styður við 8. markmið heimsmarkmiðanna aukinn hagvöxt. Kolefnisbrúin, eins konar rekbarakassi bænda, þarf einnig að vænkast því hún mun verða stjórnstöð aðgerða. Við komum betur að fjármögnuninni á eftir. Með tekjum af kolefnisbindingu mun aðbúnaður bænda vænkast. Nýliðun verður fjölbreyttari og tækifæri í matvælaframleiðslu aukast. Það er pólitísk ákvörðun að halda landi í byggð. Það er vilji landsmanna að svo verði. Sala kolefniseininga gefur fleirum tækifæri á að búa í sveit. Já, milli sveita og þorpa minnkar. Timbur, þar þarf ekki að fjölyrða frekar það. Kostirnir eru endalausir. Það gengi almennings heilbrigða náttúru. Lagt skal upp með að bjóða alla velkomna til lýðheilsumál. Gagnsæi, allt verður lagt upp á borðið. Misskilnings gætir yfirleitt vegna misvísandi skilaboða í samskiptum. Kolefnisbrúin mun kappkosta við að komast hjá þeim misskilningi. Og gott betur, því verkefnum verður gerð eins auðlæsileg og góð skil og unnt er. Þekking og færni við mat á þróun og kolefnismarkaði fæst með aukinni reynslu og rannsóknum, hvort sem er við úttekt á vexti trjáa eða miðlun upplýsinga. Unnið verður með menntastofnunum og rannsakendum og fyrirtækjum í nýsköpun við að gera ferlið skilvirkt. Línurnar eru sem sagt lagðar á borðið og nú þarf bara að byrja. Hugmyndafræðin er að gera Ísland sjálfbært og styðja við öll markmið Sameinuðu þjóðanna, þar sem kolefnisbrúnir í eigu bænda sjálfra munu tekjur vera nýttar í þeirra þágu. Án bænda væri framboð á mat af skornum skammti og án almennings væri þörf fyrir matvælaframleiðslu hverfandi. Landbúnaður, hvaða nafni sem hann heitir, er grundvöllur búsetu í landinu. Hagsæld bænda endurspeglast í sælu þjóðarinnar og öfugt. Kjörnir fulltrúar Íslands ættu að hlusta fólki í landinu en ekki eingöngu vini sína eða kjósendur. Hvað vill fólkið? Það vill heimili og matvæli fyrir sig og sína. Það vill öryggi. Aftur á fjármögnun kolefnisbrúar. Hvernig ætlar kolefnisbrúin að reka starfsemi sína? Nú flækjast málin. Eins og staðan er í dag er líklega best að vinna með fljótandi fjármögnun. Meira það á eftir. Lagt er upp með að fyrstu verkefni hvers bónda verði 20 hektara asparskógur. Það ætti að vera bæði yfirstíganlegt og arðbært. Öspin er svo tegund sem, vex hraðast. Reikna má með að fyrstu söluhæfu kolefniseiningarnar verði til eftir 15-20 ár. En þangað til má selja væntar kolefniseiningar, einnig kallaðar kolefniseiningar í bið. Kolefnisbrú sér þau viðskipti og þá eru kolefniseiningar seldar áður en þær verða raunverulegar og því er fjárhagslegur ávinningur minni en á sama tíma taka fleiri á sig áhættuna sem er alltaf einhver og fjármögnun er ágætis start fyrir bóndan. Þessi leið ætti að vera álitleg. Fjárfestar munu fá hagnaðinn. Þar sem allir þáttakendur í kolefnisbrúnni eru líka félagsmenn í Bændasamtökum Íslands má reikna með tekjum þangað af félagsgjöldum. Þau gjöld styrkja samtökin og sá styrkur fyrir að vinna hag bænda. Þessar tekjur kemur óreglulega eða á vottunarárum verkefna. Nú förum við í annan gír. Fljótandi fjármögnun. Fljótandi fjármögnun er öllu heldur fljótandi samningstími. Uppgjör samnings miðast við vöxt skóga og verð kolefniseininga. Þegar skógur hefur framleitt og bundið nema stofnkostnaði verkefnis ásamt vöxtum eru kolefniseiningarnar seldar og uppgjör milli fjárfestis og landeigenda fer fram. Bing! Í framhaldinu er bóndinn komið með skóg sem er alfarið hans eigu. Þá getur hann selt kolefniseiningarnar án afskipta lánadrottna. Það sem vantar upp á til að koma kolefnisbrúnni af stað af krafti er fjármagn til að ráða starfsfólk. Sem miðað við lágmarks starfsemi má reikna með 4 stöðugildum. Efst í 3 krónu skipuritsins er 3 manna stjórn skipuð 2 fulltrúum skógarbænda og 1 fulltrúa bænda. Þar á eftir er framkvæmdastjóri og sérfræðingar á sviðum skipulags, skógræktar og miðlunar.
Nú þarf stuðning í þetta samfélagsverkefni.